svona í heild sinni hingað til þú ert með þjálfarateymi, þú ert með leikmenn, þetta allt keppnismenn en samt jákvæðinni í gangi. Hvernig að stýra því að þú ert með eins og ég segi alla þessar keppnismenn sem vilja bara vinna en þið tapið vel svo að sé hægt að orðið komast. Hvernig fer það? Það náttúrulega mjög svona fín lína á að vera, þú veist, asnalegt og eðlilegt. Þú veist, auðvitað erum við náttúrulega allir brjálaðir eftir að tapa, þú veist, og viljum ógeðslega mikið vinna. Þú veist, en á sama tíma kannski, þú veist, reynsla kannski einhver í bara landsleikjum. Þú veist, að við vitum, það ógeðslega erfitt að vinna landsleiki á þessu sviði og við erum náttúrulega að spila á móti ógeðslega góðum liðum sko, þannig að þú veist, auðvitað svona ákveðin sigur í því að vera í 50-50 leik við, þú veist, hvaða þjóð sem það með NBA kalla og alls konar super kalla sko, þannig að þú veist, en þú mátt samt alveg vera ósáttur, eða þú veist, leiður yfir því að tapa, en ef þú ferð of langt þangað, þá það ekkert endilega að fara að bæta okkar frammistöðu, þannig að þú þarft einhvern veginn að leyfa þér að vera pirraður og svo þarftu náttúrulega að þurrka það og það svo stutt á milli leikja að ef þú ferð of langt niður þá nærðu ekkert að performa, þú veist, þannig að þú veist, það mikilvægt að einhvern veginn að reyna að halda sensum í þessu þótt að það sé náttúrulega bara mjög challenging en þú veist vendingastjórnun í bland við raunsæi? Já, þú veist, það bara þannig, ég meina, þú veist ég meina mér finnst við geta unnið Slóvenina með þótt að Luka sé með og allt þetta, þú veist, mér finnst þeir vera svolítið svona, þú veist, svona ekkert sérlega sjarmerandi lið, skilur, en á sama tíma, þú veist, þá bara þetta rosalega gæði, skilur, sem að þú ert að díla við og það þarf margt að ganga upp og þú þarft alltaf einhvern veginn að eiga 40 mínútna leiki sem on, þú veist, alltaf ef við missum fókus eða gerum mistök, það bara refsa, sko. Töpum 20 boltum í gær og það leikurinn liggur svolítið þar, sko. Förum við í annað, svona á milli leikja þá eru leikmenn að slaka á og spila, gera ykkur kústur. Hvernig þetta hjá ykkur þjálfarateyminu? Þið eru náttúrulega eiginlega alltaf vonbar? Já, það náttúrulega, þú veist, sko, við náttúrulega skiptum bara, þú veist, vinnu á milli okkar og það náttúrulega ekki búið að vera mikil tími fyrir einhverja pásur, þú veist. Þannig að, þú veist, Viðar að fara í dítel á leikmönnum og ég að ná í sóknarkerfin og varnar filosofíuna hjá hinum liðunum og Greg á sama tíma að horfa á hinn liðin og finna leiðir til að skora körfur og já, þú veist, auðvitað tekur þau pásur og skellir þér á hlaupabrettið og borða mat og svo vinnur og svo kannski hittir fjölskylduna aðeins og svo ferðu aftur bara á vinnur og þú veist, þetta bara þetta líf, sko. Verkefni framundan, það risavaxið lið Frakka sem taplaus. Nei, töpum móti Ísrael. Töpum móti Ísrael, já, en sterkt lið og þið þurfið að klífa það vel. Hvernig séu það fyrir þér? Þú veist, það náttúrulega verður mjög challenging, náttúrulega með rosalega mikla íþróttamenn í mörgum stöðum og mínum að þetta er besta liðið sem reyli þótt þeir hafi tapað þarna móti Ísrael en við náttúrulega bara erum búin að spila leik við öll liðin og alltaf verið í helvítis baráttu, þannig að við ætlum bara okkur að vera það áfram, þannig að við mætum bara leggjum allt í þetta og sjáum hvað það endar, sko. Örstutt í lokin, finnst stundum vera að berjast vindmyllur í þessu? Vindmyllur, svona kóttu með bara eins og það ekki möguleika að komast að takmarkinu? Þú veist, ég gæti náttúrulega, þú veist, ég að reyna að koma mér út úr þú veist, þessu svona þessu umtali? Þessu væli, sko, eða þú veist, þessu væli sem
svona en ég mjög hissa, ég viðurkenni það og Látum þar við sitja. Já, það verður bara að vera það, þú veist, ég er bara mjög hissa á því sem hefur gengið á en ánægður með okkar frammistöðu. Kærar þakkir, Baldur.